Pétur, ja, þetta var mikið fjall að klífa. Já. Ertu ánægður með frammistöðuna þrátt fyrir lokatölunar? Á partí var ég bara tiltölulega ánægður með frammistöðuna. Það er rosalega mikið í okkar leik sem hefur batnað og við erum sérstaklega hérna í fyrri hálfleik hvað sem við erum að spila ágætlega en við náttúrulega náum ekki að koma boltanum ofan í körfuna. Við erum náttúrulega hitt illa, við erum að skapa okkur oft bara príðis skot fyrir utan og við erum að skapa okkur bara príðis tækifæri til að skora. Við náum ekki að koma boltanum ofan í. Ég sé þetta aðalmálið við erum ekki nógu grimmar í frákastum. Það er með 20 sóknar frákast og það er svona, eins og segja, það drepur svolítið sjálfstraust og þá koma svona sprettir með þetta besta liðunum í fyrstdeildinni og þú mátt ekki gera svona mikið mistök, þannig að þess eru bara svona langt frá þér. En að sko á flestum pörtum vorum við að spila bara svona þokkalega, mikið framför á liðinu og við erum bara í þessu ákveðnu prósess og hérna svo, ég horfi ekki á tölurnar, ég frekar horfa á frammistöðuna, tek það besta og reyna að bæta ofan á það. Fyrsta árið með meistaraflokk, mikið ungu stelpum að taka sín fyrstu skref, þetta bara fyrir reynslubankan. Algjörlega og við erum að reyna að nýta hvernig einasta leik til hvað getum við gert til að bæta okkur og mér finnst að vera mikil bæting frá því í hvernig við spilum varnarlega og sóknarlega frá því til dæmis bara í október. Þannig að það sem við búin að reyna að leggja inn að þetta svona langt ferli og það er mikil vinna framöndan en ég sé mikil batamerkja liðinu þótt að tölurnar sína hann ekki innan. Við þurfum að koma boltanum ofan í körfuna og við þurfum og það kemur náttúrulega bara með, við þurfum að auka sjálfstraust og svo þurfum við að vera aðeins grimmari og taka frákast. Þetta er Njarðvíkurstelpurnar voru bara tiltölulega grimmari við að taka þessi frákast, sérstaklega sóknarkast. Stíga út og hreyfanlegir í sókninni, kannski skilaboðin inn í klefa eftir þennan leik. Já, þau voru nokkuð. Takk fyrir þetta Pétur og gangi ykkur vel.